Forsætisráðherra var sökuð athafnaleysi og trúnaðarbrot á Alþingi í dag. Þingmenn þráspurðu forystukonur ríkisstjórnarinnar aðkomu þeirra að afsögn Ásthildar Lóu Þórsdóttur. 2 af leiðtogum Hamas voru meðal 50 sem voru drepin á Gaza í morgun. Árásir Ísraelshers undanfarin misseri hafa kostað yfir 50.000 mannslíf. Sjálfboðaliðar Rauða krossins láta neyðarlínuna vita daglega að fólki í bráðri sjálfsvígshættu. Tugi milljóna vantar í rekstur hjálparsímans 1717 og óvíst hversu lengi hægt að halda starfseminni áfram óbreyttri. Mikill viðbúnaður á Grænlandi vegna heimsóknar þjóðaröryggisráðgjafa Bandaríkjastjórnar og eiginkonu varaforsetans. Utanríkisráðherra Dana segir heimsóknina afar óheppilega. Ófrýnilegum kolmunna má breyta í girnilegan skyndibita. Að þessu komust nemendur í vöruhönnun við Listaháskólann og gáfu Vopnfirðingum að smakka á skólaverkefninu. Gott kvöld. Þingmenn stjórnarandstöðunnar kröfðu forsætisráðherra og utanríkisráðherra svara á Alþingi í dag aðkomu þeirra að afsögn Ásthildar Lóu Þórsdóttur. Forsætisráðherra var sökuð trúnaðarbrot og fyrir að draga lappirnar í málinu. Höskuldur Kári Schram, hvað var það sem að stjórnarandstaðan vildi fá að vita? Það var einkum þrennt sem að þingmenn stjórnarandstöðunnar vildu fá að vita. Í fyrsta lagi af hverju forsætisráðuneytið brást ekki fyrr við þessu máli. Í öðru lagi hvort af hverju trúnaðar hafi ekki verið gætt og í þriðja lagi hvort forystu konur ríkisstjórnarinnar hafi beitt Ásthildi Lóu þrýstingi að segja af sér. Og við skulum byrja á því að heyra í þingmönnum stjórnarandstöðunnar. Ef forsætisráðherra taldi máli svo alvarlegt að það réttlæti afsögn ráðherrans, hvers vegna gerði þá hæstvirtur forsætisráðherra ekkert í heila viku? Og mig langar til að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra hvort að ráðherrann setti þrýsting á fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra að segja af sér embætti. Hvernig gekk það gagnvart þeirri konu, þeim borgara sem leitaði áheyrnar og trúnaðar? Jú, áheyrninni var algjörlega afgerandi hafnað, en reyndar ekki fyrr en efnistök lágu fyrir, sem og upplýsingum heimilisfangi og síma hefði verið komið til þess ráðherra sem erindið fjallaði Já, og það voru fleiri þingmenn stjórnarandstöðunnar sem tóku til máls í dag með svipaðar fyrirspurnir. Forsætisráðherra svaraði því til að ráðuneyti hafi ekki tekið sér langan tíma í að svara þessari beiðni fund vegna Ásthildar Lóu, 4 virka daga, og þá hafnaði ennfremur forsætisráðherra öllum ásökunum meint trúnaðarbrot. Við skulum heyra hvað forsætisráðherra sagði og líka hvað utanríkisráðherra sagði. Það einfaldlega þannig að það kom engin ósk trúnað inn í forsætisráðuneytið hvað varðar þetta mál. Ég hef sagt það sjálf opinberlega og Ásthildur Lóa Þórsdóttir meðvituð það að það var til að mynda ekki eðlileg viðbrögð hjá henni að ákveða að banka upp á hjá umræddri konu. Ákvörðunin var algjörlega hennar. Það var hennar ákvörðun eftir að við höfum átt samtal saman. Það var ekki þrýstingur, en þetta var samtal. Það sem var farið yfir málið og við fengum innsýn inn í heildarmyndinni. Og Höskuldur Kári, hvað gerist svo næst í þessu máli? Það sem gæti gerst að þetta gæti endað á borði stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis. Það áhugi meðal þingmanna stjórnarandstöðunnar að skoða þetta mál betur, sérstaklega hvað varðar þetta meinta trúnaðarbrot. Nefndin fundaði í morgun og þetta mál var ekki á dagskrá nefndarinnar og engin formleg beiðni hefur komið fram, en hún gæti litið ljós á næstu dögum eða vikum. Birta. Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári á Alþingi. Aðeins meira þessu tengt pólitískir aðstoðarmenn eru ekki hluti af stjórnsýslunni og verða að virða það og fara ekki yfir á valdsvið stjórnsýslunnar í sínum störfum. Ef viðkomandi að tala trúnað eða viðkvæmt eðli, þá getur sá sem tekur við símtalinu eða tölvupóstinum þurft að leiðbeina það hvaða reglur gilda. En ef það kemur ekkert fram í símtalinu eða tölvupóstinum sem kallar á eitthvað slíkt, þá ekkert víst að leiðbeiningar skyldan eigi við þetta tiltekna atriði. Forsætisráðuneytið segir að Ólöfu Björnsdóttur, sem vildi fund með forsætisráðherra vegna máls Ásthildar Lóu, hafi aldrei verið heitið trúnaði. En það stangast á við það sem Ólöf segir.
Mér fannst ráðuneytið algjörlega hafa brugðist frá A til Ö. Og algjör trúnaður þar. Algjör trúnaður. Upptaka af símtalinu sem Ólöf vísar hér í ekki til samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Þarf ekki að taka svona símtöl upp? Ég meina það eru tekin upp símtöl þegar maður hringir á heilsugæsluna. Ef einhver hefði beðið trúnað þá hefði ég haldið að það þurfti að skrá það niður. En eðlilegt að aðstofamaður ráðherra sem pólitískt ráðinn og hann ekki hluti af stjórnsýslunni, eðlilegt að hann deili upplýsingum nafn og heimilisfang og símanúmer konunar sem hafði samband við forsætisráðuneytið og bað fund en fékk ekki? Það var kannski fyrst og fremst að reyna að varpa ljósi á af hverju pólitíska aðstofamenn fara og miðla þessum upplýsingum og eru það að afla upplýsinga eðlilegu efni erindisins frekar en stjórnsýslan sjálf. Pólitíska aðstofamenn þurfa að passa sig að þeir eru í pólitíska hlutverkinu, þeir eru ekki í stjórnsýslu hlutverkinu og þurfa að vera mjög meðvitað það hvenær þeir eru komnir yfir í hlutverk sem ekki þeirra. Þannig ég myndi segja skilaboðin var aðalega bara pólitíska aðstofamenn þegar halda ykkur við pólitíkina. Ítarlegri og lengri útgáfu af þessari frétt má finna á vefnum okkar ruf.is. Yfir 50.000 hafa verið drepin í loftárásum Ísraelshers á Gaza síðan 7. október 2023. Þar af eru 17.000 börn. Vopnahlé tók gildi 15. janúar. 19. janúar hefjast skipti á gíslum Hamas og palestínumönnum í ísraelskum fangelsum. Rúmlega 30 gíslar voru sendir til Ísraels og á móti sleppti Ísrael 1900 palestínumönnum. Síðan þá hefur illa gengið að semja framhaldið. Í þeim samningaviðræðum miðjum hófu Ísraelsmenn stórfelldar árásir og segist ætla að beita valdi til að leysa úr haldi þá gísla sem enn eru í haldi Hamas. Mannfall á Gaza hefur verið gríðarlegt síðustu misseri og mörg hundruð láti lífið eftir að árásir hófust að nýju af fullum þunga í síðustu viku. 5 létust í árás Ísraelshers á sjúkrahús í Khan Yunis á Gaza í morgun, þar á meðal einn stjórnmálaleiðtoga Hamas. Annarri sprengju var varpað á tjaldbúðir í Khan Yunis sem einnig var beint að einum leiðtoga Hamas. أطفالنا يقطعوا والله شلنا الشظايا الليلة أطفال على بعد 100 متر من هين وبعد متر من هين وفي الكلية لقينا أطفال يا عال. Kaja Kallas, yfirmaður utanríkismála hjá Evrópusambandinu, segir hættulega stigmögnun hafa orðið á Gaza eftir að Ísraelsher hóf stórfelldar árásir að nýju í síðustu viku. Ofbeldi ali aðeins af sér meira ofbeldi. It is causing unbearable uncertainty for the hostages and their families, and it is likewise causing horror and death for the Palestinian people. Mótmæli gegn Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og ríkisstjórn hans héldu áfram í gær. Stimpingar urðu á milli lögreglu og mótmælenda sem voru samankomnir til að gagnrýna að Ísraelsstjórn hafi ekki samið lausn allra gísla, brottrekstur yfirmanns öryggismála í Ísrael og yfirvofandi brottrekstur ríkissaksóknara. Hæstiréttur landsins hefur dæmt brottreksturinn ólöglegan. Mikill viðbúnaður á Grænlandi vegna komandi heimsóknar eiginkonu varaforseta Bandaríkjanna og ráðgjafa Bandaríkjastjórnar í þjóðaröryggis og orkumálum. Þau eru væntanleg til Grænlands á fimmtudag en dagskráin liggur ekki að öllu leyti fyrir. Og Hallgrímur Indriðason, fréttamaður okkar, í Núk, höfuðstað Grænlands. Hallgrímur, hvað vitað þessa fyrirhuguðu heimsókn? Þetta ekki opinber heimsókn og það hefur í raun og ekkert verið gefið mikið opinberlega út hvað þarna fer fram. En forsetaembættið í Bandaríkjunum, Hvíta húsið, staðfesti þó í gær að sendinefndin sem undir forystu Usha Vance, eiginkonu J.D. Vance, varaforseta Bandaríkjanna, að hún fari til herstöðvarinnar í Pituffik sem var áður þekkt sem Thule, eina bandaríska herstöðin á Grænlandi, og kynni sér þar starfsemina, og að á laugardaginn þá sæki hún hundasleiðakeppni í Sisimiut sem hérna norðan við Núk. Og þetta mjög stór viðburður fyrir Grænlendinga. Meira liggur hins vegar ekki fyrir staðfest. Það hins vegar búið að gefa út að ríkisstjórnin og ráðherrar muni ekki hitta sendinefndina á meðan hún hérna og það verði ekki gert fyrir það búið að mynda nýja ríkisstjórn og ég hef heyrt allavega eitt dæmi það að beiðni sendinefndarinnar að fá að koma í heimsókn á ákveðin stað hafi verið hafnað. Einmitt. Nú 3 dagar í heimsóknina, það væntanlega mikill viðbúnaður þarna í Núk og nágrenni.
Já, hann töluverður og hann hófst svona krafti í gær. Þá lentu á flugvellinum í Nuuk 2 Hercules herflugvélar frá Bandaríkjaher og þær voru með 4 brinnvarða bíla innanborðs. Það komu líka tugir danskra lögreglumanna bæði hingað til Nuuk og til Sisimiut í gær og svona viðvera þeirra hefur alveg verið sýnileg hérna bæði á götunum og líka bara á hótelinu sem ég gisti á hérna. En þeir eru ekki bara hérna til þess að gæta öryggis bandarískra gesta því að það eru taldar töluverða líkur á því að það verði einhver mótmæli í Grænlandi vegna þessarar heimsóknar. Einmitt. En nú hefur yfirlýstur áhugi Bandaríkjastjórnar á Grænlandi verið mikið í umræðinni. Hver svona yfirlýstur tilgangur þessarar heimsóknar? Yfirlýstur tilgangur að fá kynningu á starfsemi herstöðarinnar en það kemur hins vegar mikið fjármagn frá Bandaríkjunum í þessa hundaslega keppni. Grænlenskir fjölmiðlar hafa til að upplýst það að bandaríska sendiskrifstofan hér í Nuuk hafi greitt fyrir flutning á bæði sleðum og hundum til Sisimiut. Þessi flutningar eru gríðarlega dýrir og Grænland fekk þessa upphæð beint. Það hefur ekki verið gefið upp hversu há hún en þetta rosalega rótgróin viðburður í grænlenskri menningu. Ráðherrar hafa tekið þessari heimsókn af mikilli tortryggni og ekki bara grænlenskir heldur líka danskir og við skulum til að mynda heyra hvað utanríkisráðherra Danmerkur hafði að segja þessa heimsókn. Det en charmeoffensiv med henblik på at trække Grønland over mod USA. Det der ikke appetit på i Grønland, og det heller ikke appetit på i kongeriget, og derfor så det ikke god timing. Og það ekki bara hann sem tortrygginn, heldur líka Marina Abelsen sem var fjármálaráðherra Grænlands á árunum 2009 til 13 fyrir flokkin Inuit Ataqatigiit. Ég ræddi við hana í gær og spurði hana þessa heimsókn og hún segir hana birtingarmynd af stöðu sem grænlendingar hafa aldrei verið í. Vi ser interesse udefra fra USA, så det jo ikke for vores brune øjnes skyld, at de kommer pludselig og vil give nogle penge til hundeslædevæddeløbet. Så det jo fordi, de gerne vil infiltrere samfundet og få nogen med sig. Og man rammer lige ind i at sige, her nogle mennesker, der har brug for nogle penge for at kunne afholde det her, og som måske ikke har politisk erfaring, og de tænker bare, det dejligt at få nogle penge til det her hundeslædevæddeløb, men er ikke vant til at tænke storpolitisk, og det kan man jo ikke sige, at det bør de, fordi det er de jo ikke, men det er jo en måde at udnytte en situation på, fordi det er jo ikke bare fordi, at nu synes man fra amerikansk side, at nu vil man være rigtig søde mod oprindelige folk i Grønland. Sådan er historien jo ikke. Varaseðlabankastjóri segist hugsi yfir þróuninni í bandarísku efnahagslífi. Áhrif tollastríða séu mest á lönd sem þau heyja, en óumflýjanlegt að áhrifa þeirra verði vart hér. Ég náttúrulega mjög hugsi yfir því sem að gerast og þetta svona eiginlega verið að vinda ofan á þróun síðustu halva öld eða svo sem hefur leitt til mikillar velmegunar allan heim. Seðlabankinn vinnur á því að greina áhrif tollastríðs sem Bandaríkin hafa efnt til gegn helstu viðskipta á bandalagsþjóðum á íslenskt hagkerfi. Á greiningin að liggja fyrir í maí. Óvissin mikil og kemur framvindan til með að ráðast af hvaða ríki fá sér tolla, hversu háa og hvernig þau ríki bregðast við, bæði gagnvart Bandaríkjunum og öðrum. Þótt áhrifin verði mest í þeim löndum sem lenda í tollastríði, mun áhrifana gæta allan heim. Eftirspurnin í heiminu verður minni, kostnaður við að búa til þetta verður meiri og það hefur auðvitað síðan áhrif á hér, hingað, það sem við kaupum og það sem við seljum til útlanda. Löndin sem verða fyrir þessu verða fátækari fyrir vikið og þannig að neytendur í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada til dæmis munu hafa minna til ráðstöfunar til að bæði kaupa frá öðru löndum en líka til dæmis ferðast til annarra landa svo þessum geta haft áhrif hér. Áhrifin til lengri og skemmri tíma gæti orðið margvísleg. Þannig gæti álverð lækkað þar sem ál sem áður var flutt til Bandaríkjanna fara á Evrópumarkað, þangað sem ál frá Íslandi fer að mestu. Bandarískir bílar munu hækki verði enda hráefni í þeim að stórum hluta frá Kanada og vinnuafli frá Mexíkó. Einangrun Bandaríkjanna frá alþjóðamörkuðum gæti sömuleiðis haft þau áhrif að viðskipti Kanada og Evrópu stóraukist og að Ísland dragist enn nær viðskiptaþjóðum í Evrópu.
Sjötta daginn í röð fjölmenntu Tyrkir út á götur borgarlandsins til að mótmæla handtöku Ekrems İmamoğlu, borgarstjóra Istanbúl, í síðustu viku. Stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Tyrklandi, CHP, samþykkti í gær að hann yrði forsetaframbjóðandi flokksins árið 2028 og hann talið líklegur til að skáka Recep Tayyip Erdogan. Mótmælendur telja flestir að pólitík hafi ráðið för þegar hann var handtekinn. Formaður CHP hefur hvatt til friðsamra mótmæla, en Erdogan sakar hann að egna mótmælendur til að raska ró almennra borgara. Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum. Bugün tekrarlıyorum. Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin. Á hverjum degi berast hjálparsíma Rauða krossins 1717 4 sjálfsvígssamtöl. Þörfin fyrir þjónustuna mikil en óvíst framhaldið vegna fjárskorts. Í 1717 hægt að hafa samband í síma eða gegnum netspjall alla daga, allan sólarhringinn. Erindin á yfir 20.000 á ári að meðaltali 55 á dag og koma frá fólki á aldrinum 9 til 100 ára. Símtölum hefur fjölgað talsvert og það hefur verið aukning í þungum samtölum. Hvað eru þung samtöl? Það eru samtöl þar sem að fólki náttúrulega bara líður mjög illa þá stundina, jafnvel komið með einhverju hugsanir að skaða sig. Í fyrra vörðuðu rúmlega 1000 samtöl við 17 sjálfsvíg eða eitt af hverjum 20 sem tæplega 3 á dag. Í 154 tilvikum var staðametinn svo að viðkomandi var í bráðri hættu og þá var haft samband við neyðarlínuna. Það sem af þessu ári hafi borist 340 samtöl sem varða sjálfsvíg, rúmlega 4 á dag og sjálfboðaliðar hafa nánast daglega haft samband við neyðarlínuna vegna þessa. 1717 eins og flest starfsemi Rauða krossins að mestu rekið í sjálfboðavinnu. Kostnaður var 70 milljónir í fyrra. Hann að mestu fjármagnaða með frjálsum framlögum sem með auknu álagi duga ekki lengur til og nú vantar 20 milljóna til að halda starfseminni óbreyttri. Við höfum sótt styrki sem svona allur gangur á hvort við fáum en sem eru þá þær upphæðir ná engan veginn að dekka í rauninni það sem kostar að reka hjálparsímann. Fáðu ekkert opinbert fé? Nei. Við viljum halda þessu auðvitað áfram í sömu myndum við höfum verið að gera en hversu lengi við getum það miðað við núverandi aðstæður, það bara erfitt að segja. Nýta mætti kolmunna betur og borðan beint í stað þess að bræða fiskinn í laxafóður. Nemendur í Listaháskólanum tóku höndum saman við Brim á Vopnafirði og hönnuðu söluvænlegan skyndibita úr þessari tegund sem flestir þekkja aðeins af bræðslulykt í sjávarplásum. Kolmunni hefur ekki þótt kræsilegur á matardiska hér á landi en nú hefur meðferð aflans batnað og kæling í skipum sömuleiðis. Lýsið sem fæst úr kolmunna hreint og hentar til manneldis og mjölið gott líka en þessi tegund að mestu notuð í laxafóður. Þá má spyrja því ekki að borða fiskinn bara beint og milliliðalaust. Það hugmyndin sem nemendur Listaháskólans unnu með í nýtingarmiðstöðinni á Vopnafirði. Þegar við hittum á þá voru þeir að gefa gestum og gangandi að smakka á skólaverkefni sínu. We're using kolmunni, the blue whiting, and we're using it to look for something to make it consumable for humans, because right now here in Vopnafjörður it's only produced for fish meal, which is then fed to salmons in Norway. So we kind of made it a little bit like the fiskibolur, but we changed the recipe to get a different texture and a different taste as well. Þetta smakkast alveg ótrúlega vel. Þetta bara, svona eins og fiskibólur, svona kannski aðeins öðrum keip, en bara mjög gott. Íslendingar veiða mikinn kolmunna, eða 100.000 tonnum meira af honum en þorski. A lot of the people here in this town have a bad image of this fish because of the smell that's in the town sometimes because of the fish meal factory, and that's really not a pleasant smell. So a lot of people were suspicious today about the taste, but I think we could convince them. We had a lot of positive feedback, which was nice, and a lot of happy faces, so we're happy too.
Bergsteinn, hvað verður á dagskrá Kastljós í kvöld? Við ætlum að fjalla Janus starfsendurhæfingu sem hefur boðið upp á endurhæfingarúrræði og geðmeðferð fyrir ungmenni síðastliðin ár en verður lokað á óbreyttu í sumar þar sem það virðist ekki vera vilji hjá Virk og Sjúkratryggingum Íslands til þess að endurnýja þjónustusamninginn sem þeir hafa starfað eftir síðastliðin 2 ár. Við kynnum okkur þjónustuna og ræða við notendur hennar og tölum svo beint í framhaldinu við Ölmu Möller heilbrigðisráðherra og Vigdísi Jónsdóttur framkvæmdastjóra hjá Virk hverju sætir. Svo í lokin þá ætlum við að kynnast norsk-íslenskri listakonu sem ræðist ekki á vegginn þar sem hann lægstur. Hún þvert á móti búin að gera risavaxið vegglistaverk í Vatnsmýrinni. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Og þá að veðri. Suðvestlæg átt eða 5 til 13 metrar á morgun. Skúrir eða slydduél en lengst af þurrt landið austanvert. Hiti 2 til 8 stig, svalast á Vestfjörðum. Förum nánar yfir horfu næstu dagarlokum íþróttafréttum þar sem komum við sögu meðal annars ísokki og fótbolti. Úrslitakeppni Íslandsmóts karla í ísokki hefur verið frestað í kjölfar dómstóls ISÍ helgina. Fjölnir kærði sigur SR á SA og vann og getur því færst upp fyrir SR og mætt SA í úrslitarimunni. Fjórðungsúrslitum þjóðadeildar karla í fótboltalauk í gærkvöldi. Frakkar komust áfram og leið bættust þeir við í riðil Íslands í undankeppni HM 2026. Og réttarhöld yfir frjálsíþróttaþjálfaranum Gert Ingebrigtsen hófust í Noregi í dag. Hann sakaður að hafa misþyrmt börnum sínum, þar á meðal heims Evrópu og ólympíumeistaranum Jakobi sem hann þjálfaði. Íþróttir eftir andartak. Skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Forsætisráðherra var sökuð athafnaleysi og trúnaðarbrot á Alþingi í dag. Þingmenn þráspurðu forystukonur ríkisstjórnarinnar aðkomu þeirra að afsögn Ásthildar Lóu Þórsdóttur. 2 af leiðtogum Hamas voru meðal 50 sem voru drepin á Gaza í morgun. Árásir Ísraelshers undanfarin misseri hafa kostað yfir 50.000 mannslíf. Sjálfboðaliðar Rauða krossins láta neyðarlínuna vita daglega að fólki í bráðri sjálfsvígshættu. Tugi milljóna króna vantar í rekstur hjálparsíman 1717 og óvíst hversu lengi hægt að halda starfseminni áfram óbreyttri. Mikill viðbúnaður á Grænlandi vegna heimsóknar þjóðaröryggisráðgjafa Bandaríkjaforseta og eiginkonu varaforsetans. Utanríkisráðherra Dana segir heimsóknina afar óheppilega. Ófrýnilegum kolmunna má breyta í girnilegan skyndibita. Að þessu komust nemendur í vöruhönnun við Listaháskólann og gáfu vopnfirðingum að smakka á skólaverkefninu. Það var þetta upptalið hjá okkur í bili. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Breytingar á jörðu, Changing Planet. Heimildaþætti frá BBC þar sem fjallað nokkur af viðkvæmustu vistkerfum jarðar og hvaða áhrif breytingar á jörðinni meðal annars